Ég fæ mína akademísku 5 mínútur. Við þurfum aðeins að rifja upp nokkrar reglur í Smárakirkju. Það bannað að vera með myndavélar á lofti og ráfa og þið þekkið þetta. Ég ekkert að skjóta á þig eða eitthvað svoleiðis, sko. Alls ekki, sko. Ja, nei, allt í góð, sko. Mér langar að hoppa aðeins í nokkuð vers. Í síðara Tímóteusarbréfi 3. kafla frá 15-17. Og þetta svona vers sem fyrir ykkur sem voru ekki síðasta sunnudag, þá var ég að tala það af hverju við eigum að lesa Biblíuna okkar og tilgang þess. Og ég fór í eina dæmisögu sem Jesú kenndi okkur. Það bara mjög mikilvægt fyrir okkar trúarlíf að lesa Biblíuna. Það eru meiri leyndardómar heldur en ég held að við gerum okkur grein fyrir, sko. En bara svo þið vitið þetta, þá Tímóteusarbréfið skrifaði Páli, þetta sennilega síðasta bréfið hans sem að Páll skrifar til í Nýja testamentinu. Hann að senda til son sinn innan gæðslappa Tímóteus sem hann var hans læri sonur í allri sinni göngu. Hann var að vera með Páli í öllu sem hann gerði og hann að byrja að sína göngu í þjónustu. Hann orðinn pastor í kirkju í Efesus sem í dag litla Asía sem við köllum þetta. Og hann að senda til hans. Og tilgangur bréfsins í stuttumáli að vekja upp, lestu, vertu duglegur að lesa upp úr ritningunni. Það megin boðskapur Tímóteusarbréfsins. Óðbóðslega gott bréf. Ég mæli með að lesa það. Ég mæli með að þið lesi bara allar bækur Biblíunnar en ég mæli með Tímóteusarbréfi. Þetta eru 3 vers. Síðara Tímóteusarbréf 3:15-17 segir svo: Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilagar ritningar. Þær geta veitt speki til sálhjálpar fyrir trúnni á Krist Jesú. Sérhver ritning innblásin af Guði. Hún nytjandi til fræðslu, ummenntunar, leiðréttingar og í menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúinn og hæfur til sérhvers góðs verk. Amen. Þetta náttúrulega rosalega stór loforð sem að Páll að segja þarna. Þú ert hæfur til sérhvers góðs verk. Þetta rosalega stór loforð. Fyrir mig eftir smá. En bara byrjum á versi 15. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilagar ritningar. Hvað hann að segja? Jú, við vitum í fyrra Tímóteusbréfi, þá segir einmitt Páll, þú hefur þekkt ritningarna út frá því að mamma og amma Tímóteusar voru mjög trúar og þær voru búin að kenna Tímóteusi eitthvað ákveði. Þess vegna var hann búin að þekkja ritningarna frá blautu barnsbeini. Með öðrum orðum, þú hefur frá ungum aldri þekkt það sem var boðað í Gamla testamentinu og nú að þú að fara að boða það sama sem þú hefur lært. Það sem hann að segja. Og svo kemur risastórt loforð að ritning getur veitt speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Kristi Jesú. Hvað þýðir þetta? Jú, það þýðir einfaldlega að þú í dag getur hort á Biblíuna, lesið alla bækur og séð Jesú hvernig þetta opinberast fyrir þig. Þetta getur veitt sáluhjálp fyrir trúna á Kristi Jesú. Það svo margir, engin fyrirdæming, en það bara svo margir sem að kannski horfa svo mikið bara á predikanir og hlusta bara mikið á predikanir í staðinn að taka upp Biblíuna sína og lesa og stúdera hana sjálfur. Þannig að opinberunar verða þínar fyrst og fremst. Og þá fyrir bara að sjá allar þessar prinsipatri. Hvað var það sem gerðist á þessum Golgata krossi fyrir 2000 árum? Hvað var það sem að Jesú hefur gert fyrir þig og mig í dag? Að við fyrir sjálf að fatta þetta, ekki bara heyra allt, heldur þú ferð að lifa eftir í sjálfur. Svo segir, sérhver ritning innblásin af Guði, ok, ég ætla ekki að taka eitthvað eitt út af því ég hef ekki það mikið tíma. En í stuttumáli, þá hefur verið að segja við okkur að ritningarnar innihaldið í Biblíunni með þessa hluti. Hún nytjandi til fræðslu, ummyndunar, leiðréttingar og til menntunar í réttlæti. Jú, Biblían, þú getur hort á hana, lesið hana og ef þú ert kannski á röngu staði í lífinu, þá getur lesið hana, speglað í orðinu til þess að það leiðrétti þig, komið þér á beina braut aftur. Og svo segir, þú verður hæfur til sérhvers góðs verk. Jú, þú verður hæfur til að lifa eftir Guðs vilja, þú verður hæfur til þess að lifa Guði til dýrðar. Þú verður, með öðrum orðum, ef þú fer að lesa og stúdera þessa hluti, það mun einfaldlega koma í ljós síðan meir að þú ert að fylgja Jesú Kristi. Þú með góðum verkum mun endurspegla dýrð hans.
til vegsemdar. Sem að þýðir bara einfallega að það er góð ástæða fyrir því að við eigum að lesa biblíuna okkar. Ég er búinn með tíma minn.